Endurskoðendur gamla Landsbankans hundsuðu viðvaranir milli stjórnenda í bankanum og lögðu blessun sína yfir falska ársreikninga. Hið rétta hefði komið í veg fyrir mörg hundruð milljarða Icesave-skuld. Endurskoðendur gamla Landsbankans lögðu blessun sína yfir falska reikninga samkvæmt nýrri norskri skýrslu. Starfsleyfi bankans hér og erlendis var undir. Koma hefði mátt í veg fyrir mörg hundruð milljarða innlánssöfnun á Icesave-reikninga í Bretlandi og Hollandi. Skýrslan var unnin af norskum sérfræðingum fyrir sérstakan saksóknara að frumkvæði Evu Sjóli. Norðmennirnir fullyrða að uppgjör bankans fyrir árið 2007 hafi gefið falska mynd. Landsbankinn hafi beitt svikum og blekkingum til að fegra stöðu sína. Augljóslega tengdir aðilar hafi ekki verið tengdir saman í bókum bankans, veð fyrir lánum hafi verið léleg, áhætta stórlega vanmetin, bókaldið hafi verið gloppótt og búinn hafi verið til falskur hagnaður. Flókið net fyrirtækja í gegnum skattaparadísir og aflandseyjar hafi svo tryggt Björgólfsfeðgum óskoruð yfirráð yfir bankanum. Bankinn hafi raun ekki uppfyllt skilyrði starfsleyfis síns í árslok 2007. Landsbankinn hefði því átt rétt eins og Glitnir á sama tíma að leita á náðir fjármálaeftirlitsins. Samkvæmt skýrslunni gaf endurskoðunarfyrirtækið PricewaterhouseCoopers hins vegar ítrekað út heilbrigðisvottorð til handa Landsbankanum, bæði með því að árita uppgjörin og eins með sérstökum yfirlýsingum. Með þetta upp á vasan hafi bankinn bæði gefið út skuldabréf og safnað innlánum, meðal annars á Icesave-reikningana í Bretlandi og ekki síður í Hollandi, en þar fór innlánasöfnunin ekki á flug fyrr en vorið 2008. 29. september það ár, rétt fyrir hrun, var jafnvirði 260 milljarða íslenskra króna inni á Icesave-reikningunum í Hollandi að því fram kemur í rannsóknarskýrslu Alþingis. Þetta hluti þeirra skulda sem nú verið að reyna semjum á milli íslenskra stjórnvalda, breskra og hollenskra. Hefðu bækur Landsbankans hins vegar yfirfarnar og vottaðar af PricewaterhouseCoopers gefið rétta mynd af stöðunni árið 2007, hefði sú skuld aldrei komið til. Endurskoðendurnir vissu eða hefðu að minnsta kosti átt að vita betur. Millistjórnendur hjá Landsbankanum bentu ítrekkað á gloppur í bókhaldinu á fundum sínum með endurskoðendunum frá PricewaterhouseCoopers. Alvarlegustu athugasemdirnar rötuðu hins vegar ekki inn í ársreikningana eða önnur undirrituð skjöl frá PricewaterhouseCoopers. Skýrsluhöfundarnir benda sérstaklega á að við hugsanlegum brotum endurskoðendana geti legið alltaf 2 ára fangelsi. Kastljósið hefur skýrslu Norðmannanna undir höndum og mun fjalla ítarlegum innihald hennar strax eftir fréttir.